við til 4. liðar sem umræða fjármál Reykjavíkurborgar og til máls tekur borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins óskuðum eftir því að hér gæfist tækifæri til að taka umræðu fjármál borgarinnar á þessum borgarstjórnarfundi því að margt framundan í þeim málum. Nú eru hópar að vinna að hagræðingaraðgerðum og það gott að fá tækifæri hér til þess að á þessum opna vettvangi sem að borgarstjórn að ræða það hver staðan í þessari hagræðingarvinnu vegna rekstrar 2016 og vegna aðgerðaráætlunar næstu ára. Það gafst kannski ekki nógu mikið tækifæri og var kannski ekki nógu vel nýtt tækifæri sem við höfðum þegar við vorum að afgreiða fjárhagsáætlun, bæði við fyrri og síðari umræðu, til þess að ræða þetta svolítið svona fram í tímann. Þannig að í ræðu minni sem að ég á nú von á því að verði fylgt eftir að fleiri fulltrúum, að þá mun ég aðeins fara yfir þetta og ætla að nýta tækifærið og spyrja borgarstjóra nokkura spurninga sem að ég tel nokkuð víst að hann geti svarað á þessum fundi, flestum allavegana, og þannig fáum við umræðu hér á þessum opna vettvangi sem borgarstjórinn þessi mál. Kjörnir fulltrúar allstaðar í borgarráði, í ráðum og nefndum munu koma að þessari vinnu og þess vegna svo gott að við séum svona að samhæfa umræðana hérna áður en að tillögur hagræðingarhópa og stýrihópsins koma fyrir ráð og nefndur. Ég fer aðeins yfir það á eftir og það líka mikilvægt að mínu mati að taka þessu umræðu reglulega hérna í borgarstjórn og opnum vettvangi þar sem að allir sem á því hafa áhuga geta fylgst með. Þetta auðvitað risavaxið mál, þetta umgjörðin sem að við störfum innan, þetta það sem að markar þann ramma sem að við getum leyft okkur og því miður að þá hefur reksturinn á undanförnum árum farið ekki út fyrir ramman, hann hefur vaðið langt út fyrir þann ramma sem að viðráðanlegur Nú við í minnihlutunum bæði Sjálfstæðisflokki og Framsókn og flugvallavinum höfum ítrekað kallað eftir því að vinna við hagræðingu í rekstri borgarna verði hafin og kannski kom svolítið óvart að meirihlutin virtist vera svolítið að bíða eftir okkur. Það gerir meirihlutin ekki alltaf. Við lögðum fram til dæmis borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins tillögu það við afgreiðslu ársreiknings fyrir árið 2014 að þá þegar vinna hafin við hagræðingu. Og þá að kalla eftir frekari tillögum frá okkur en að hefja vinnuna sem að þó var nauðsynlegt. Það var svolítið áhugavert í því að þar var kallað eftir tillögum frá okkur en samt var búið að fella 20 tillögur frá okkur borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins varðandi fjárhagsáætlun ársins 2015. Og þannig það kallað eftir tillögum, þær koma og þær eru felldar. En núna eins og ég sagði hér í upphafi hafin vinna við hagræðingaraðgerðir Reykjavíkurborgar og það búið að stofna stýrihóp hagræðingaraðgerðirnar, sérstakan stýrihóp hagræðingaraðgerðir sem skipaður borgarstjóra og oddvitum allra flokka í borgarstjórn ásamt ákveðnum starfsmönnum. Þannig að nú erum við komið með hagræðingarhóp sem skipaður oddvitum allra flokka í borgarstjórn og svo eru 6 svokallaðir hagræðingarhópar sem eru starfandi varðandi miðlæga þjónustu, velferðarmálin, skóla- og frístundamálin, íþrótt- og tómstundamálin, menningar- og ferðamálin og umhverfis- og skipulagsmálin. Síðasta vor að þegar var svona verið að kalla eftir tillögum frá okkur þá lagði ég til að borgarstjóri og formaður borgarráðs myndu fá utanaðkomandi ráðgjafa. Starfið hæfist þá þegar og borgarráð yrði upplýst vikulega stöðumála og þangað yrði leitað eftir tillögum og góðum ráðum inn í borgarráð. Þetta var ekki gert, ekki á þeim tíma, en fyrsta verk stýrihópsins verður að fá tillögur frá öllum hagræðingarhópum og skila til borgarráðs núna fyrir miðjan janúar. Og borgarráð á svo að afgreiða tillögurnar fyrir 1. febrúar. Stýrihópurinn á þó að starfa út árið 2017
Og þá kemur fyrsta spurningin til borgarstjóra: hvers vegna á stýrihópurinn að starfa þetta lengi? Er ekki eðlilegra þegar allt komið í farveg, sem ég veit ekki nákvæmlega hvernig verður, ég veit að það verður ekki 1. febrúar í ár, en er ekki eðlilegra þegar allt komið í farveg að verkefni sé þá verkefni borgarráðs? Og önnur spurning til borgarstjóra: hver er staða vinnunar? Ekki hafa áhyggjur þó borgarstjóri sé farin, ég búin að senda honum þessar spurningar. Hver er staða vinnunar hjá hagræðingarhópunum? Þeim er ætlað að skila ákveðnum áfanga fyrir 11. janúar næstkomandi, sem sagt bara eftir nokkra daga. Nánar tiltekið hagræðingartillögum vegna fjárhagsáætlunar 2016. Mun það ganga upp? Er spurningin. Ég ætla ekki að fara yfir í sjálfu sér stöðuna. Við erum fórum vel yfir það, bæði fyrri og síðar umræðu hver útkomuspáin er. Það verður töluvert halli á árinu 2015, töluvert mikill halli. En það er líka ljóst að tekjur munu aukast töluvert á þessu ári og þær munu aukast umfram verðlagsbreytingar. Þannig að það ætti svona að vera bjartara framundan varðandi tekju þáttinn sjálfan, heldur en við höfum séð núna síðustu mánuðina þegar við sáum það að tekjur jukust ekki jafnhratt og launa útgjöld. Það ætti að snúast við á næsta ári miðað við þær tölur sem við sjáum í fjárhagsáætluninni fyrir árið 2016. Við vitum það líka, og það er einmitt það sem að þessir hagræðingarhópar eru að vinna. Það er þessi óútfærða hagræðing sem var við fyrri umræðu í frumvarpinu og er sem sagt 1,8 milljarður í rekstrarhagræðingu. Það er búið að útfæra það og á svið, og það er það sem við munum sjá núna miðjan mánuðinn. Svo langar mér til að nefna það fyrir utan það að við sjáum auðvitað svona í jákvæða þróun varðandi tekjurnar, að þá verði ég að nefna það hérna að viðræður ríkis og sveitarfélaga vegna fjármögnunar málaflokks fatlaðs fólks enduðu í samningi í desember sem að skilar sveitarfélögunum í landinu 1,5 milljörðum árlega til viðbótar við núverandi tekjur sem eru eyrnamerktar þessum málaflokki. Og þetta mun bæta rekstrarstöðuna hér sem annars staðar. Og þó við verðum að hafa hugfast, eins og ég sagði hér við báðar umræðurnar, að þó að ríkið komi með alltaf fjármagn sem talað verður í gögnum með fjárhagsáætlun og við drögum þær tölur frá í rekstrinum, að þá náum við veltu fyrir rekstri ekki upp í þá lágmarkstölu sem Fjármálaskrifstofa borgarinnar telur nauðsynlega. Þriðja spurningin til borgarstjóra tengist stöðugildum. Eins og ég fór í gegnum að þá frá apríl 2014 til apríl 2015 þá fjölgaði þeim 74 og frá 2010 til 2014 að þá taldi ég vera óútskýrða aukningu 178 stöðugildi og þetta er 1,7 milljarður árlega ef stöðugildi kostar með launatengdum gjöldum 6,8 milljónir. Og þá er það þriðja spurningin: hvers vegna hefur meirihlutin ekki ákveðið ráðningarstopp eða ráðningarbann þegar svona mikil fjölgun stöðugilda á sér stað? Umfram það sem hægt er að skýra. Ég tel mig ekki að fengið viðlítandi almennilega skýringar á þessum aukningu stöðugilda. Þetta er ekki vegna flutningsverkefna eða slíkt. Ég veit að það er talað um ráðningarrýni, en hvað þýðir það? Akkur er ekki bara talað um ráðningarstopp? Varðandi tekið áætlunina, og það er nú svona síðasta, það er 5. spurningin, kemur aðeins að því á eftir. Það er mikil óvissa varðandi Hlíðarendasvæði, eins og svo sannarlega kom fram hér í langri umræðu undir fyrsta lið flugvöllinn. Það stefnir í málaferli, það stefnir því miður í áframhaldandi klúður varðandi skipulagsmálin. Meirihlutinn hafi algjörlega undirstrikað það hér með afgreiðslu sinni við fyrsta liðinn, að áfram höldum við inn í óvissuna með það. En á sama tíma þá vantar íbúðir inn í kerfið, eða 1000 íbúðir á næstu árin umfram það sem er í gangi. Og það eru nánast engar lausar lóðir fyrir utan þéttingarsvæði sem að bæði taka tíma, eru dýrari, til ákveðnum bönkum eða verktökum að mjög miklu leyti. Og þá er 4. spurning til borgarstjóra og snýra því að styrkja tekjuáætlun. Nú hafa báðir flokkar í minnihluta lagt til að hverfi í Úlfarsárdal verði stækkað til samræmis við upphaflega tillögur og þar með væntingar íbúa, íþróttafélags og annarra hagsmunaaðila
Það er íbúðaskortur og íbúðir á þéttingarsvæðum verða óhjákvæmilega dýrar en á nýjum lóðum. Hvers vegna leggst meirihlutin ítrekað gegn tillögum okkar þegar ljóst er að húsnæðisskortur er í Reykjavík? Og 5. spurningin og síðasta er þessu tengd. Í aðgerðaráætlun samkvæmt greinargerð með fjárhagsáætlun er talað um að árið 2016 eigi fjárfestingartekjur að vera 7,6 milljarðar króna. Það eiga að bera upp í rekstrarafkomu ársins 2016 því niðurstaða rekstrar er einungis áætluð tæpar 300 milljónir. Það er að segja eftir að var ákveðið að miða við 3,2% verðbólgu að þá lækkaði afkoman sem því nam. Og þá er spurningin, er þetta raunhæf áætlun því að hér að ræða næstum þreföldun á fjárfestingartekjum milli ára. Læt ég þetta nægja og hlakka til að heyra svör borgarstjóra hvort sem hann ætlar að koma með þau strax í kjölfarið eða hvort hann ætlar að taka fleiri spurningar og sjá hvernig umræðan þróast. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu og þá tekur máls hv. borgarstjóri. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil nú byrja á því að þakka fyrir að fjármálin séu settir á dagskrá. Þau verða í töluverðum fókus á árinu og næstu 2 ára allavega. En í frumvarpi fjárhagsáætlun 2016 og 5 ára áætlun til 2020 voru settar að markmið að ná sjálfbærni í rekstri og fjármögnun A-hluta Reykjavíkurborgar til framtíðar. Eins og þekkt er, við ætlum að draga útgjöld A-hluta saman til ársins 2018 og styrkja þannig grunnrekstur og veltufé frá rekstri. Til framtíðar er markmið líka fjármagna fjárfestingar A-hluta af rekstri. Það gerum við með því að grípa til markvissa aðgerða í A-hlutanum eins og lýstir í greinargerð með frumvarpi fjárhagsáætlun og ég fór yfir í fyrri og seinni umræðu í borgarstjórn. Ég vil engu að síður rifja upp leiðarljósin sem við notumst við til þess að loka 1780 milljóna króna gati sem við skildum eftir á þessu ári. Varðandi grunnþjónustuna sögðum við staðinn verið vörður grunnþjónustu við íbúa en leitað hagkvæmari leiða til að veita hana. Varðandi gjaldskrá staðinn verið vörður hagsmuni barnafjölskyldna, gjaldskrá vegna þjónustu leikskóla, grunnskóla og frístunda verið áfram stillt í hóf. Varðandi starfsmenn, fjölda stöðugilda verði takmarkaður og hægt á nýráðningum eftir því sem kostur er. Varðandi húsnæði, stefnt verða betri nýtingu húsnæðis og samnýtingu húsnæðis fyrir starfsemi og þjónustu borgarinnar með uppsögn leigusamninga og fækkun fermetra í notkun borgarinnar. Varðandi innkaup, stefnt verða aukinni hagkvæmni í innkaupum með aukinni samræmingu, rammasamningum og notkun örútboða þvert á svið og stofnanir borgarinnar í þeim vöru- og þjónustuflokkum þar sem tækifæri eru til að ná fram sparnaði. Og þessi hagræðingarkrafa, hún skiptist þannig að miðlæg stjórnsýsla á fagsviðum átt að taka á sig 5% hagræðingu en þjónusta fagsviðanna 1,5%. Þetta þýddi að íþrótt- og tómstundasvið þarf að spara 127 milljónir, menningar- og ferðamálasvið 73, miðlæg stjórnsýsla 218, skóla- og frístundasvið 669, umhverfis- og skipulagssvið 172, velferðarsvið 412 og eignasjóður 107. Við samþykktum líka endurskoðunarreglum gerð fjárhagsáætlunar sem miðar að því að efla rammastjórnun, þar að segja ábyrgð einstakra sviða, en líka eftirlit með framkvæmd fjárhagsáætlunar. Þessar breytingar eiga að styðja við aðgerðir sem við erum að fara í og skerpa ábyrgð stjórnenda sviða og stofnana. Við leggjum áherslu á því að vinna eftir skýrum markmiðum árangurstjórnun og rammastjórnun. Í því felst að borgarstjórn ákveður heildarskiptingu fjármuna milli fagsviða út frá heildrænni forgangsröðun. Fagráðin ákveða forgangsröðun hvert á sínu sviði og sviðsstjórar hafa ákvörðunarvald og bera ábyrgð á að reksturinn sé innan fjárheimilda og í samræmi við stefnu og forgangsröðun fagráðs. Sviðsstjórar og skrifstofustjórar í miðlægri stjórnsýslu bera ábyrgð á að rekstur sé innan samþykktra fjárheimilda hjá þeim og þessi atriði eru grunnstoðir í fjármálastjórn borgarinnar bæði við gerð og framkvæmd fjárhagsáætlunar. Við mótun aðgerðaáætlunarinnar lögðum við áherslu á að halda til haga markmiðum og aðferðum kynjaðrar fjárhagsáætlunum í jafnréttismati og þessi atriði sem ég hef nú rakið eru kjarninn í erindisbréfum sem hvert og eitt svið og miðlæga stjórnsýslan hafa nú fengið í hagræðingarhópunum sem að borgarfulltrúi Halldór Halldórsson nefndi réttilega. Yfir hagræðingarhópunum á hverju einu sviði
er síðan stýrihópur þar sem er þverpólitískur og allir oddvitar sitja í. Honum er ætlað að hafa yfirumsjón með hagræðingaraðgerðum á öllum sviðum borgarinnar. Hann á að kalla eftir aðgerðaáætlun frá hagræðingarhópum fagsviða og miðlægrar þjónustu. Markmið hópsins er að tryggja markvissa og samræmda vinnu innan borgarinnar, meðal annars með því að yfirfara tillögur og fyrirkomulag að þeim greiningum sem vinna á hverju sviði fyrir sig, rýna niðurstöður sviðanna og tillögur, tryggja samræmda nálgun, framfylgja almennri stefnu og veita aðhald í verkefninu og samþykkja hafna og forgangsraða aðgerðum með því að afgreiða tillögur til borgarráðs. Þá er líka gert ráð fyrir því að þessi stýrihópur geri verkáætlun fyrir verkið í heild. Fyrsti fundur þessa hóps var í desember en hann var í raun beint í kjölfar borgarráðsfundar, þannig að hann var kannski óformlegri heldur en frekari fundir verða. Fyrsti fundur á nýjári er áætlaður á miðvikudaginn eftir viku og það er rétt sem að borgarfulltrúinn nefndi að það gert ráð fyrir því að sviðin sé að skila í raun útfærðum tillögum hvernig eigi að ná saman árinu 2016, mánudaginn 11. sem þessi stýrihópur fær síðan til umfjöllunar á fundi sínum miðvikudaginn 13. Þar er líka gert ráð fyrir því að fara yfir hagræðingarverkefni sem lýtur að miðlægri stjórnsýslu og þjónustu því að það var ákveðið að sá málaflokkur eða miðlægi þátturinn væri fyrstur í röðinni varðandi dýpri greiningu. Það má segja að megin stoðurnar í því hvernig við ætlum að ná árangri séu 3, aðhald og það birtist þá í þessari tillögugerð fyrir 2016, hvernig við lokum þessu tæplega 1800 milljón króna gati. Númer 2, endurhugsun og það er þá þessi dýpri greining en þar tökum við ekki alla málaflokkana í einu. Heldur byrjum á miðlægu þáttunum, tökum síðan skóla- og frístundasvið og síðan sviðin koll af kolli og það er þessi tímaáætlun sem við þurfum að setjast yfir á fyrsta fundi hópsins í hvað röð við viljum taka málaflokkana og síðan þriðji þátturinn er uppbygging. Við reiknum með því að fá tekjur sem tengjast uppbyggingu og sölu eigna til þess að létta okkur róðurinn á meðan við erum að ná langtímajafnvæginu. Í vinnunni framundan erum við að byggja á reynslu frá 2010 þegar við stóðum frammi fyrir því að loka 5 milljarða gati í rekstri borgarinnar í upphafi síðasta kjörtímabils en ekki síður vinnunni við planið, björgunaráætlun Orkuveitunar, þar sem þurfti að loka gati upp á 50 milljarða til 5 ára. Eins og þekkt þá gengur bæði verkefnin vel og gengur eftir. Það var minnst á utanaðkomandi rekstrarráðgjafa og já, við höfum fengið Ágúst Þorbjörnsson frá Framsækni sem mun vinna með okkur og leiða vinnu við skilgreiningu á verkefninu eins og hann hefur gert, leggja fram greiningarramma og veita ráðgjöf og aðhald á öllum stigum vinnunar. Hann er komin á fullt, er farin að leggja ráðin með einstökum málaflokkum en hann hefur lagt áherslu á það eins og við að taka þetta samt í skrefum. Og þar kemur að fyrstu spurningunni sem hér var sett fram, hver er staða vinnunar hjá hagræðingarhópunum? Þá er því til að svara að hagræðingarhóparnir á sviðunum og hagræðingarhópur miðlægrar þjónustu á að skila til okkar í næstu viku meira útfærðri áætlun hvernig að ná þessum sparnaðarmarkmiðum sem útdeilt var milli umræðna. Við munum síðan eftir atvikum, hvort við þurfum að taka 1, 2 eða 3 fundi það, afgreiða þá hluti inn til borgarráðs fyrir mánaðamótin og undirbúningurinn skilst mér gangi ágætlega. Ég hef ekki séð tillögu málaflokkana ennþá en gerir ráð fyrir að þeir verði jafnlega því að þeir verði kynntir okkur, verði þeir kynntir inn í viðkomandi fagráðum eftir því sem kostur er og þessi hluti tímaáætlunar ætti þar með að geta gengið upp.
Önnur spurningin var sú hvers vegna stýrihópur og hagræðingarhópa hefðu fengið erindisbréf sem að væri ekki bara til 1. febrúar, heldur til 31. desember 2017. Það vegna þess að tillögugerðin ekki allt, heldur eftirfylgnin ekki síður mikilvæg. Og eins og ég segi þá gerum við ráð fyrir því að auk þessa aðhaldsverkefnis með því sem að þarf að nást í hús í hagræðingu 2016, gerum við ráð fyrir að taka dýpri greiningu á hvern þátt borgarrekstrarins fyrir sig og byrja á miðlægri þjónustu og stjórnsýslu. Og það verkefni verði svona 4 til 6 mánuðir, skarist kannski við fyrsta málaflokkinn sem byrji síðla vors og verði skóla- og frístundasvið, en við verðum ekki með allt undir í einu í þessari dýpri greiningu. Það spurt hvers vegna ekki að vera ákveðið ráðningastopp eða ráðningabann. Stuttasvarið við því að það býsna snúið að gera það, getur verið sér talist óskynsamlegt í þjónustukerfi eins og borgarinnar þar sem töluverð starfsmannavelta og þarf að manna vaktir, þarf að manna kennslu, þarf að manna alls kyns þjónustu sem fólk getur ekki verið án. En við settum upp ráðningarrýni til þess að tempra nýráðningar og ég algjörlega tilbúin að ræða það í stýrihópnum hvernig borgarstjórn vill halda á þessu núna á nýju ári. Því að ráðningarrýnin rann út áramót og við þurfum að ræða á fyrstu dögum og vikum þessa árs hvernig við ætlum að halda á þessu. Það ákveðin svona innbyggð spenna í hugsuninni skýra ábyrgð og rammastjórnun annars vegar og ráðningastopp og ráðningarrýni miðlægt hins vegar. Og við þurfum að finna þarna réttan balans til þess að ná þeim markmiðum sem við ætlum að setja okkur. Það spurt Úlfarsárdalinn sérstaklega og það hefur verið ákveðið og boðað að klára deiliskipulag innan ramma núverandi aðalskipulags, þannig að bætist við kannski 500 íbúðir í Úlfarsárdalinn. Ég held að það sé skynsamleg stefna. Það hins vegar ekki stefna núverandi meirihluta að gera breytingar á aðal- og svæðisskipulagi og stækka Úlfarsárdalinn enn frekar. Hins vegar þarf alls ekki og fáránlegt að ræða uppbygging og skipulagsmál eins og Úlfarsárdalurinn sé eina uppbyggingarsvæðið. Við fórum yfir þá stórum húsnæðisuppbyggingafundi í Tjarnarsalnum í haust að það uppbyggingamöguleika fyrir 3500 íbúðir þegar komnar í gegnum skipulag. Hlíðarendi þar á meðal en hann alls ekki eina svæðið og aðrar 3500 í skipulagsferli. Þetta mun þess vegna vera í uppbyggingu núna á næstu mánuðum og misserum og skiptir máli. Það auðvitað sjálfsagt að fara betur yfir þessu uppbyggingaráform ef að óskað eftir því. Þess vegna fjárfestingartekjurnar óvenju miklar í næstu 5 ára áætlun og töluverðar strax á næsta ári, en það byggt á spám hvað að fara í uppbyggingu, hvað selst af lóðum og síðan erum við líka með eignasölulistan sem við samþykktum í borgarráði í desember og allt þetta hluti af þessu. En eins og með uppbyggingaráætlunina sjálfsagt að fara betur yfir það eftir því óskað. Í stuttumáli það mín trú að stofnun sparnaðarhópsins eða stýrihópsins, hagræðingarhópanna og starfs- og verkefnahópa, aðkoma utanaðkomandi rekstrarráðgjafa, þá séum við að tryggja skýra umgerð og það á öllum steinum sé velt við. Við séum að kafa það mikið á dýptina, við erum að tala varanlegan sparnað en ekki bara að við höldum inni maganum á meðan við getum haldið í okkar andanum og síðan slakni á öllu aftur. Það kallar á endurskoðun og endurhugsun og hana þurfum við þá að fara í. Þess vegna þetta ekki átaksverkefni til 1 mánaðar heldur verkefni sem til næstu 2 ára
og hefur að megin markmiðin á tryggja sjálfbærni í rekstri og leita leiðir til að veita þjónustu borgarinnar með sem hagkvæmustum hætti til lengri tíma. Við þurfum að vera búin undir það á fyrsta fundi borgarstjórnar í febrúar eða svo að gera þá breytingu á fjárhagsáætlun 2016 þar sem við skiptum hagræðingarmarkmiðunum niður á kostnaðarstaði í samræmi við tillögur málaflokkana, en það ekki fyrr en eftir að búið að fara í gegnum þær í stýrihópnum og síðan kjölfarið í borgarráði. Við ætlum að vanda okkur í þessu, nálgast verkefnið af virðingu og nærgætni. Það verður að vera leyfilegt að setja fram alls konar hugmyndir í svona vinnu, en það kallar á ákveðinn trúnað vegna þess að það ekki hægt að vinna þetta þannig að fara á flot alls konar hugmyndir sem að kannski aldrei hugmyndin að verða veruleika. Þannig að við verðum að leyfa bæði rými fyrir alls konar hugmyndir til að koma fram sem við getum rætt, en það ekkert orðið að tillögu fyrir en það orðið að tillögu og búið að komast í gegnum þá síu sem að við ætlum okkur að vera í sameiningu. Markmiðin eru samt skýr, verklagið skýrt, skipulagið auðvitað ekki greift í stein, en ég hef trú á því að það geti skilað þessu verkefni. Ef að það komi upp einhverjar spurningar eða álitamál í því, þá sjálfsagt að ræða það. En eins og áður sagði, ætlum okkur að spara á þessu ári 1780 milljónir króna í A-hlutanum. Varðandi fjárhagslega afkomu og útkomu þá koma alls konar aðrir hlutir til góða og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson nefndi samningana málefni fatlaðs fólks. Það alveg rétt, og við vonumst til þess að málafylgni í öðrum málum, yfirferð yfir innheimtu fasteignagjalda og alls konar hugmyndir sem hafa komið upp í umræðu borgarráðs á síðasta ári verði til þess að bæta tekjur og rekstur borgarinnar enn frekar. En aðalatriði þetta að þetta eru skipulagðar aðgerðir til að reka borgina með eins hagkvæmum hætti og hægt er. Fyrsti áfangi áætlunarinnar á að vera klár 1. febrúar. Fyrsti fundur á nýju ári í stýrihópnum á miðvikudaginn næstu viku og þar gefst tóm til þess bæði að fá kynningu þá tillögum málaflokkana og ræða tímaáætlun, næstu skref og önnur atriði sem óskað er eftir. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Eins og áður sagði, borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur kvatt sér hljóðs. Jafn, þá skulum við ekki ljúka umræðunni alveg strax. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla nú að koma hérna og þakka fyrir svörin sem að við höfum fengið á þessu stigi varðandi þetta. Mér finnst að við þurfum virkilega að skoða þessi ráðningamál. Því að ef þetta er rétt, að við séum að tala þarna 1,7 milljarða í kostnað vegna þess að stöðugildum hefur fjölgað svona mikið umfram það sem ætla mætti, þá er það mjög alvarlegt mál. Og ég auðvitað virði það og við munum auðvitað halda þann trúna sem nauðsynlegt er að halda meðan að mál á vinnslustigi í þessum stýrihópa sjálfsögðu. En það er mjög mikilvægt að við getum átt umræðu hér í þessum sal þessi fjármál. Og ég satt að segja furða mig á því oft á tíðum hvað hún er takmörkuð og hvað hún er lítil. Þegar við erum að tala algjörlega ramman utan það sem að í rauninni bara það sem að við getum leyft okkur í öllu rekstri og öllu saman. Þannig að ég ætlaði samt ekki að orðlengja þetta, það er liðið á fundin og ég heyra borgarfulltrúar ætla ekki að bæta inn í þessu umræðu sem hefur verið milli mín og borgarstjóra. Læt nægja að minni hálfu að sinni og þakka fyrir svörin. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur lokið máli sínu og þá umræðu lokið. Eins og áður sagði